Við skulum byrja á því að skoða nokkur föll og velta fyrir okkur skilgreiningamengi þeirra áður en við leggjum af stað í deildun og segjum nokkur orð föll, það er bara F, og skilgreiningamengi þeirra. Við viljum nefnilega aðeins átta okkur á því hvernig skilgreiningamengi geta litið út. Nefnilega höfum við að við skoðum alla möguleika. Skilgreiningamengi F getur verið strjált og þá fáum við punktaritt. Það er að segja það er ykkur skilgreiningamengi er mengi ykkurar talnaröfnu. Til dæmis eitthvað svona. 1, 3, 5, 7 og svo þetta sett inn í formúlu fyrir F. Nú, skilgreiningamengi F, það getur verið rauntalnabil og við skulum flokka þau þá snöggvast. Rauntalnabilin geta verið takmörkuð og ótakmörkuð. En fyrst ef við skoðum takmörkuð rauntalnabil, ég þarf bara til 4 gerðir af þeim. Þau líta, ég köllum það almennt bara í interval. Það getur verið svona. Það hefur endapunkta A og B og þetta er hlutmengi í talnakerfinu R eða rauntölunar og þá segjum við það sé opið og hefur endapunkta A og B. Og það getur verið svona. Þá séu það sé lokað. Það hefur líka endapunkta A og B og samkvæmt skilgreiningu inniheldur bil allar rauntölur sem liggja á milli endapunktana. Þetta er lokað og stundum töluðu bara takmörkuð rauntalnabil eins og línustrik sem hægt er að draga upp á milli A og B, samfellt svona á milli A og B. En þegar það er opið þá táknum við það svona. Hér er A og hér er B á lárétta ásnum. Það er að segja hefur maður talað formerki og svo ef það er lokað þá táknum við það með því að fylla hér upp í. Og svo getur það verið hálf opin eða hálf lokuð. Það er þá 2 möguleikar. Hérna myndum við segja að þetta væri hálf opið eða hálf lokað. Ef við segjum að það er lokað að neðan en opið að ofan. Og 4. möguleikin er sá og það sé opið að neðan en lokað að ofan. Segja hérna opið neðan frá eða að neðan og lokað ofan frá eða að ofan. Svona. Nú, svo höfum við líka að formengi F getur verið sammengi rauntalnabila. Þá getur það kannski litið svona út. Því hérna er eitthvað A1 og B1 og svo er eitthvað í formúlunni sem gerir það að verkum að við viljum skrifa þetta sem 2 bil, kannski svona einhvern veginn. Það er oftast vegna þess að þau eru sundurlæg. Það segja að við getum haft hér á rauntalnalínunni hérna. Við skulum þá skoða eitthvað dæmi þetta. Hérna væri A1 og hérna væri B1. Þetta væri það fyrra bilið. Það er alveg lokað en seinna bilið þarna er það sem við kalla hálflokað eða opið að neðan. Og við segjum bara opið að neðan
þá undirskilið að séð ekki ofan, hérna B2. Og síðan getum við haft fleiri heldur en 2 rauntalna mengi sem þarf að eða saman. Nú, við getum líka haft, þetta er þessu umfjöllun á bara við raungild föllavetni í raunbreytu í bili allavega. Við getum líka haft að formengið hálflína og það geta líka verið af ýmsu tagi. Hérna opin hálflína að neðan til dæmis, en við hefum skrifað alla möguleikana. Til dæmis þetta hér hálflína. Við getum ekki haft óendanleikan náttúrulega með vegna þess að hann ekki tala. Það þurfum að skrifa þetta sem talnabil. En þetta hér væri hálflínan sem lokuð að neðan og já, við skulum bara gera þetta svona. Þetta þá hálflína á raunásnum sem opin að neðan og ótakmörkuð að ofan. Og svo á sama hátt getum við náttúrulega líka ferðast til vinstri. Þetta væri hálflína sem takmörkuð að ofan en hún opin. Og þetta hérna væri þá eins. Hálflína sem takmörkuð ofan en hún lokuð. Við segjum að þessi hérna mengi séu lokuð eða opin. Nefnilega svona óendanlega mengi, þær ekki eins og til dæmis hurðir sem annarkvort opnar eða lokaðar. Þær geta verið hvort tveggja. Nú, þessi hérna hugmynd líka til að bæta við óendanleika punktinum, en það á eiginlega bara við tvintölur. Og tengist þá aðeins steikon þalísar. Við veltum því ekki fyrir okkur núna. Þegar við erum komið með þetta, þá aðeins eiginlega einn kostur eftir. Formengið allur raunásinn, svona. Við segjum að þessi hérna séu takmörkuð af því að lengd þessara strika, þessara rauntalna bila, bara mismunur á endapunktunum, jákvæði mismunurinn. Og hér alltaf undirskilið að A sé minna en B, ég sagði ekki strangt minna heldur minna en B, og ef A jafnt og B þá þetta bara tóma mengið, eða sem sagt tóma bilið myndum við segja. Og það getur komið upp að þurfum að skoða það, en í öllum þessum tilvikum hérna segjum við að stundum þetta tákn lambda notað til þess að segja hver bil lengd og þannig verður að spyrja hvað bilið langt og það í öllum þessum tilvikum hér lokastaða mínus uppastaða. Alveg á nákvæmlega sama hátt ef við ætlum að reikna út hvað þetta hérna formengi eða ef það í alvörinu skilgreiningamengi hvað það langt, þá það bara þessi tala mínus þessi tala pluss, þessi tala mínus þessi tala. Það eins og það á að vera. Og hálflínurnar, það svo kvölduð ótakmörkuð skilgreiningamengi, nema við þurfum ekki allt skilgreiningamengi og getum þá tala formengi, en þær ótakmarkaðar. Segjum að óendanleikin mínus eitthvað tala bara óendanleikin. Náttúrulega skilgreiningamengi allt og það má setja hvaða rauntölu sem vera skal inn í formúlu fyrir falli F. Þá segjum við að fallið eða að skilgreiningamengi sé ótakmarkað líka eðlilega. Og við skulum aðeins líta á af hverju við þurfum minnst og kosti að hafa hugmynd þetta tákmál og hvað þetta getur komið upp. Við skulum skoða til dæmis bara lítið dæmi áður og leggjum bara stað. Nú, jafnar hrings skilgreinir ekki fall. Við skulum bara taka mjög einfaldan hring með miðju í 0,0 og geisla 1
jöfnarhringsins þá, x í öðru pluss í öðru jafnt og 1 skilgreinir ekki fall. Það er vegna þess að, eins og við höfum alltaf gert, að ef við setjum hann inn í hnitakerfi, og hér á þessu umræði aðeins við þegar við erum að tala réttænt hnitakerfi, þetta sem sagt R cross R, þar sem að þetta eru í faldmenginu, þá þetta x-hnutin og þetta y-hnutin, sem sagt x, y punktur í faldmenginu R cross R. Samkvæmt prófinu það hvort að ferill lýsi falli, þá bregst það hér vegna þess að fyrir hvert 1 x-gildi getur fengið 2 y-gildi. Nú, þetta leyst fyrir hringi með því að búa til 2 ferla, annars vegar hér og norður á hvelinu og síðan úr sölukvelinu, og við segjum í föllum, þó við gerum þetta ekki í línlegri algebru, þá látum við x vera óháðubreytuna, við veljum það, sem sagt við veljum okkur einhver x og stingum inn í formúlu sem gefur okkur y, og hver verður hún að vera? Það er náttúrulega að leysa þessa jöfnu hér fyrir y, og þegar við gerum það, þá færum við x í öðru jöfnumerki, þá við y í öðru jafnt og 1 mínus x í öðru, og svo þurfum við að draga rót. Og við fáum þá 2 möguleika, vegna þess að hvert x getur gefið 2 ígildi, annan neikvætt og 1 jákvætt. Það er að segja, ef við erum á þessu bili hér frá mínus 1 upp að 1. Þannig að formengið skýrt. Það eru öll x á bilinu frá mínus 1 upp að 1 og þetta er lokað bil. Allt í lagi, þegar við leysum þessa jöfnu þá fáum við að upsilon annars vegar pluss rótin af 1 mínus x í öðru, og það gefur okkur nákvæmlega þessa hérna formúlu, og upsilon getur líka verið mínus rótin af 1 mínus x í öðru. Og svo til þess að hafa þetta aðeins skýrara, þá gefum við þessu kannski sitt hvort nafnið og segjum að þetta er f1 af x og þetta er f2 af x. Og í hvoru tilviki fyrir sig höfum við að formengi, og ekki bara formengi heldur skilgreiningamengi, það fáum við að skilgreiningamengi efrafalsins eða norðurhvelsins, það eru allar rauntölur sem liggja á milli mínus 1 og 1, en það sama gildir suðurhvelið. Svona. Að loka bil. Og svo ef við teiknum þetta hérna upp, þá fáum við nákvæmlega þennan hring, boga, og ef við teiknum þetta hérna upp inn í réttind hnitakerfi, þá fáum við nákvæmlega neðri hlutan, og hann dregur frá mínus 1 upp að 1. Nema hvað, hér höfum við séð hvernig minnstu kosti lokuð rauntalna píl koma náttúrulega fyrir. Það getur ekki verið annað. Nú, hvernig koma opin takmörkuð rauntala bil fyrir? Það getur að skoða bara hringinn aftur. Og ef við teiknum til dæmis sem bara annað dæmi, þar sem við fáum sem skilgreiningamingi opið takmarkað rauntalna bil, það er til dæmis 1 á móti hring eða efri helming hrings. Ef við skoðum til dæmis fallið, köllum það bara g af x, það lítur svona út, 1 deilt með, segjum bara þarna f1 af x, að því við sjáum það þarna
fyrir ofan okkur, það er 1 mínus x í öðru og svo róta öllu saman. Og nú þurfum við að verða reglur stærðfræðinnar. Við megum ekki hafa 0 í nefnara. Það þýðir að x má ekki vera 1 og x má ekki vera mínus 1. Og það er líka annars sem þurfum að gæta að því að við erum með raungild föll af einni raunbreytu, að þá megum við ekki setja mínustölu undir rót, annars erum við með tvinntölur og það er ekki það sem við erum að skoða hér. Þetta er stærðfræðigreining fyrir eina raunbreytu. Við viljum skilja það allt saman fyrst til þess að ná góðan tökum að hinu síðar meir. Og ef við teiknum nú þessa mynd upp, hvernig hlýtur hún að vera? Þegar maður er að teikna myndina þá, á ég að skrifa hérna spjall. Við verðum allavega að hafa g af x sinnum f1 af x er alltaf 1. Þannig ég ætla að reyna að teikna þetta hér, þá þarf ég alltaf að gera tilraun. Svona smá krot hérna kannski. Ég veit að f1 af x lítur svona út og fyrir sérhvert x þá verði ég að hafa, hérna er þetta er f1 og ég þarf þá að finna g af x þannig að þessi sinnum þessi verði 1, þannig að ég verði að hafa einhverja tölu sem er stærri en 1 sem að liggur að g-inu. Þetta er f1 og þannig að hér gæti verið eitthvað sem liggur á ferli g. Eitt er náttúrulega auðvelt að þetta er 1 upp og einu sinni 1 er á 1, þannig að þessi hér er á g og svo er þetta svokallað jafnstæðuföll, þar að segja þau speglast bæðum í ásinn. Aftur á móti sé ég að ég má ekki setja 0 inn í fallið, 1 inn í fallið g, þannig að það hlýtur að klemmast hér á milli og líti einhvern veginn svona út. Þannig að ég veldi af handahófi þarna er g af einhverju tölu og hérna er f af einhverju tölu. Ef við margfalda það saman, það kemur út 1. Þannig að g hlýtur að líta einhvern veginn svona út, þar að segja ferill eða graf g. En punkturinn er sá að segja að formengi g kemur náttúrulega upp sem opið takmarkað rauntalnabil. Og við vildum bara sjá dæmi hvað þetta kemur svona einhvern veginn náttúrulega fyrir. Og síðan sagði ég hér áðan að formengin geta verið sundurlæg og því að í formengi þá er ég ekki endilega að tala um allt skilgreiningarmengið. Sérlega þegar við erum að teikna myndir þá teiknum við nú sjaldnast öll skilgreiningarmengin. Þannig við skulum sjá þá dæmi það sem að náttúrulega kemur upp sundurlægt skilgreiningarmengi. Það er að segja að það er sammengi tveggja sundurlægra rauntalnabila. Og aftur skulum við taka eitthvað sem er auðvelt að sjá fyrir sér. Segjum að við höfum f af x er jafnt og x í öðru mínus 1. Og við getum hæglega teikna þennan feril. Ef x er 0 þá fáum við 1 mínus 1 alltaf að segja. Ef x er 1
-1 þannig að þetta hér sjáum við bara graf þessa fleirboga og aftur skulum við setja fall þannig g af x sinnum f af x á að vera 1 og að segja g af x sko hafa mér að segja svona til þess að fá mér út 1 á móti x í öðru mínus 1 og svo rót og þá sjáum við að allt það sem í nefnara má náttúrulega ekki vera 0 þannig að x í öðru mínus 1 má ekki vera 0 og þá ef ég má bara teikna hérna inn á þessa mynd þá voru þessir ekki lengur með fyrir falli g og engin punktur á þessu samfellda línustriki þarf að segja á þessu opna bili má vera með heldur fyrir fallið g því að sér hver þeirra gæfi þegar við stingum inn í fallið g neikvæða tölu. Svoleiðis að formingi g verður að vera ég skrifa frekar bara allt skilgreiningamengið. Formingi g eru allar rauntölur nema að við megum ekki hafa neina tölu á lokaða bílnu frá -1 upp í 1 það má enginn að þeim vera með og þetta þá hálflínan sem að nær upp að -1 1 má ekki vera með þessi hérna hálflína nú eða hálflínan sem byrjar í 1 1 má ekki vera með og út í hið óendanlega svona. Við höfum aðeins skoða bara dæmi af hverju skilgreiningamengi falla eru af einhverju þessara megingerða og svo auðvitað með strjálu hér segjum við að formengi getur verið strjált eða skilgreiningamengið og náttúrulega þegar við erum að teikna í forritum þá erum alltaf að teikna strjált við bara getum valið inntaksrunu einhvern veginn svona við byrjum einhverjum punkti A og svo höfum við þetta oft bara kannski 100 og upp í einhver aðra tölu B en matla fjá okkur eða GeoGebra nú er það tex það tengir síðan á milli sér hverja tveggja strjálla gilda með línustriki og annað vist ekki hægt nema hvað að þetta var svona stutt spjall það akkur þetta snýst allt það að velta fyrir sér fyrst og fremst rauntalna bílum þau eru svona hryggjarstykkið í skilgreiningamengjum raungildra fallavetni breyti stærð og þá vantar okkur eitt hugtak enn sem við skulum setja fram áður hefjum umræðu deildun og það er þá svona skulum kalla þetta skilgreiningu sem það jú er og það er skilgreiningum innri punktar og við þurfum á því hugtaki að halda þegar við förum að deilda en þá höfum við eitthvað fall ef það sé gefið og í okkar umræðu er þetta ég verð að segja fall er þetta alltaf falla þessari gerð hér og engilt fallavetni breytistærð en þetta gildir reyndar líka tvingild fall það er að segja við munum setja inn einhverja rauntölu og út kemur tvintala þannig að þessi umræða getur gilt það líka en við ætlum ekki að
Við vitum bara af því en ætlum ekki að rannsaka það neitt frekar alveg í bili og náttúrulega helsta fallið sem við þekkjum af þessari gerð hér fallið sem að við kölluðum í síðasta verkefni UAT og setjum við einhverja hallatölu eða einingalausa stærð inn í formúluna 1 plus IT og svo 1 mínus IT. Nefnilega þegar við förum að deilda eða diffra eða reikna út afleiður að þá getum við nefnilega reiknað sitt í hvoru lagi. Raunhluta, öll fræðin gilda raunhlutafallsins og líka þverhlutafallsins. Svona. Þess að við erum að sækja okkur fræðin til þess að ráða við þessa hérna rauntölu fyrir hvert t og þessa hérna rauntölu fyrir hvert endanlegt t. Nú, aðeins út úr sem við verðum þó að minnast á því að þetta jú það sem við höfum verið að vinna með. Ef að f gefið fall og það getur verið r-fall eða r-c-fall. Við ráðum ekki við þetta en ef að c skilgreiningarmengi. Nema hvað að þá segjum við, ég ætla að segja AB, ég ætla að segja C. Í nefnilega kennslubókinni KS þetta yfirleitt kallað A en ég ætla ekki að gera það hér því að mér finnst gott að hafa A og B sem endapunkta bils og C þá hér tölu sem liggur á því bili. C innri punktur í skilgreiningarmengi þessa falls f. Ef til ég ætla að skrifa með stórum stöfum opið bil eða opið rauntanna bil og skulum þá hafa það svona, það A og B. Ef til opið bil sem inniheldur C. Þetta litla C. Og við getum líka sagt að í svona tilvikum hér sem sagt A, B, þetta bara orðað almennt. Þetta getur verið hversu lítið opið raundanabil sem inniheldur C og maður getur hugsað sér. En það samt rúmfræðilega eitthvað strik. Þetta ekki strjált, þetta samfellt strik eitthvað sem inniheldur punkt C. Og hér í svona tilvikum hér kallast A, B grennd þennan þessa tölu C sem að liggur á raunasnum. Grennd þýðing á neighborhood í enskum bókum. Þá líka eitt kannski enn sem vert að minnast á að allir punktar og þegar eigum við náttúrulega við allir punktar á raunasnum sem eru bara tölurnar, við segjum oft punktar að þetta eru mælingar. Þannig allir punktar sem sagt í þetta ránt skrifað hjá mér, allir innri punktar í skilgreiningarmengi falls. Þeir mynda síðan eðlilega mengi og þetta bara allir punktar í skilgreiningarmenginu nema þeir sem á
það sem maður segir stundum jaðrinum eða endapunktar ef þetta er bara eitt rauntannabil, mynda mengið og skulum bara setja ef það er táknað int af d. Það er að segja interior eða innmengi. Og þetta verður nákvæmur þá ætla ég að f hér og svona eitthvað, en það er á að geta að fara á milli mála. Þetta er skilgreiningamengi einhvers fals. Og þau mynda sem kallast bara innmengi. Innmengi f. Þetta er tóm umræða ef við höfum ekki eitthvað fall.